Já, Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, kemur hérna eftir og Sigurður ætlar að ræða við hann um stöðu flokksins og pólitíkina og þingið og margt fleira. Kannski stöðu Sigurðar sjálfs, kemur í ljós. En það miðflokkurinn átti sviðið hjá okkur áðan? Já, hann átt þessa helgi náttúrulega. Já, og ég veit ekki hvað voru að kjósa í stjórnir flokksins, en varaformaður var kosinn Snorri Másson. Nú það ekki alltaf sem það skiptir miklu máli, hver varaformaður, heldur það skiptir máli í þessu tilfelli? Já, ég held að þessi varaformaður sé svolítið fyrirvera mikill, sko. Já. Hann ófeiminn, gaman haldaræður. Já, en hann talaði svolítið svona eins og umsækjendum varaformannsembætti, hann talaði að stundum þannig að það var í gamla dag, ég veit ekki hvort það sé ennþá, að þá var formaðurinn átt að vera á svona vígvellinum, en varaformaðurinn átt að vera að byggja upp innra starf, það var oft hans hlutverk, þannig var þetta oft hugsað. Hann talaði svolítið þannig, að annars vegar þetta sem þú varst að vísa í, að hann taldi sig, eða hvort það var Jón Trausti sem var að vísa í það að hann teldi sig hafa svona leið til þess að ná til fólks í flóknu fjölmiðlaumhverfi og svo var hann líka að tala um það að fara landið og hafa svona vakningasamkomur til þess að ná til unga fólksins sem við þurfa, ég sá svona myndir af þessu og kannski þetta þannig að yngra fólk bara sér ekki tilgangi í að koma á fundi að lifi svo mikið í netheimum en þegar maður horfir svona yfir svæðið þá þetta náttúrulega svolítið eins og, ég veit ekki, kaffistofan á Hriflu eða eitthvað. Það svolítið svona einsleit hjörð eldri kalla. Já, margir sköllóttir þarna. Já. Og menn sita svona eitthvað, svolítið mikið. Þannig að þetta svona flókin hjörð fyrir unga mann. Ég held að Snorrið bara 27 ára eða eitthvað slúðis. 28, ég kannski að það. Hann kornungur. Hann á hraðferð í pólitíkinni. Já, hann fekk ágætis, svona sæmilega kosningu þegar ekki, miðflokkur ekki svona glimrandi kosningu síðast í Reykjavík. En hann og Sigurður Andersen fóru inn. Já. Ég veit ekki hvort að hann hafi fengið fleiri atkvæði en Sigurður, ég man það bara ekki. Talandi Sigurði, ég var búinn að spá því að hún þingflokksformaður. Já, þá varst að gera ráð fyrir því að hann færi, hann Bergþór. Já, Sigurður hefur það mikla þingreynslu og ákveðinn. Reykjavík Suður, þar Snorri, hann fekk 10,5 en í Reykjavík Norður þá fekk Sigurður Andersen 8,9, hann fekk svona ívið meira en hún. Þannig að það svona ágætis árangur. Eru þau bara 2 þingmenn úr Reykjavík? Svo þau með 2 úr norðaustri held ég. Bara einn á Suðurlandi. Ingibjörgur í norðvestri. Já, ekki annar með henni þar. Svo þau bara einn í Suðurlandi. Nei, Suðvestri með 2. Það Beggi. Tók þar Nönnu Margréti, systur Sigmundar með sér. Já, en það eru 2 í Suður. Það Sigurður Pálmason, Gunnarsson og söngvara. Er hann ekki í flokki fólksins? Hann í flokki fólks? Já. Þá vitum við það, Við séum ekki færan á milli flokka. En það Karl Gauti er einn í Suðurkjördæmi og síðan eru 2 í norðaustri. Það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og einhver myndi segja Þorgrímur sonur hans. Hann Sigmundsson. Og svo við með einn í norðvestri, það náttúrulega svo fáið þingmenn þar að Ingibjörg þar einn. Og svo við með Sighvatn í Reykjavík. En það eins og við komum fram það ekki að sjá í könnunum að flokkurinn sé í einhverju flugi. Hann náði svolítið flugi í aðdraganda síðustu kosninga. Og þá voru við í einhvern tímann mældist hann með meira fylgi eða ekki heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Og það leit svolítið út að hann yrði svona afgerandi sigurveri í kosningana en það var það ekki, það var Samfylkingin og svo Viðreisn náði góðum endaspretti og svo Flokkur fólksins og svo Miðflokkurinn en þannig leitaði ekki út kannski 2 mánuði fyrir kosningar og það var líka í þessu svona öllum þessum hægri podcastum talað svona gríðarlega hægri bylgju þess vegna er ég nú alltaf að leggja áherslu á að hún finnst ekki
af því að kannski halda menn að þeir eru alltaf að tala að sé hægri bylgja að hún verði bara með því að sannfæra fólk það eins og Trump til dæmis kosningasögu Trump verður meiri eftir því sem að hann ræðir hann oftar. Fyrst var þetta stórkostlegur sigur og nú þetta orðið bara sögulegur sigur og stærsti sigur sem hafi verið unnin í bandarísku stjórnmálum, þannig að þú getur svona því að matið hreyfist. En ég hef ekki getað séð að þessi bylgja sé raunveruleg. Það er líka verið að spurja svona hitt og þetta og eins og hefur oft komið á okkur þegar verið að spurja svona álitamála þá horfum maður alltaf á 13,7%, það er nú bara svona leikur af því það var fylgi sem að Davíð Oddsson fekk í forsetakosningunum. Til dæmis svona þeir sem að styðja kvótakerfið, það er svona 13,7%. Og í svona álitamála fæ ég klára það. Svo skoðar það hvaðan koma þessi kjósendur og þetta er kannski svona afstaða sem að forysta Miðflokksins rekur mjög hart og forysta Sjálfstæðisflokksins svona frekar hart. Að þá það yfirleitt þannig að það er kannski helmingur af kjósendur Sjálfstæðisflokksins sem eru á þessari línu sem er svona miðflokkslínan en kannski svona bara 40% af kjósendum Miðflokksins sem það. Þannig að maður sér það ekki alveg og líka ef maður skoðar afstöðu þeirra sem að taka ekki afstöðu til flokka og annað slíkt að þá það bara langt í frá að maður sjái að sá hópur sé einhvern veginn á línu Snorra Mássonar og Sigmundar Davíðs. Þannig að ég hef aldrei getað séð þetta í íslenskum könnunum en þú sér það náttúrulega ef að þú lítur svo á að framgangur Nigel Farage í Bretlandi síðan enn einn sönnunin á því Íslendingar vilja kjósa þig að þá náttúrulega sérðu það bara það er kannski almenn skynsemi. Já. En með kannanir líka sýna bara stjórnarandstaðan það er 12% kjósenda eru sáttir við stjórnarandstöðuna. Hún er eiginlega óvinsælli heldur en stórútgleðin. Já. Þetta er bara... Og svo Hells Angels þarna, þetta er eiginlega Nei, þetta er ævintýrlegt fyrir stjórnarandstöðuna að ná þessu botni og höfðu svona þrjá Sigurður og Guðrún Hafsteinsdóttir þetta fyrir þau þetta bara sérstaklega fyrir Guðrúnu og Sigurðinga vegna þess eins og við bentum á í sumar að þá var stjórnarandstaðan svolítið rekin af Bergþóri og Miðflokknum og þau skottust á eftir Sjálfstæðisflokkurinn mikið Framsóknarflokkur svona meiri semingi en ég held að til dæmis veikstaða Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins sé að þau eru að reyna þau bæði þetta flokkar sem óttast að missa fylgi yfir í Miðflokkinn og þess vegna reyna þau að vera frekar líkar honum eða þá sérstaklega við Sjálfstæðisflokkinn ekki við Sigurð Inga sem að var eiginlega sá sem að slökkti á útlendingaumræðinni fyrir síðustu kosningar í kosningasjónvarpi RÚV hann bara slökkti á því það sem að til þess miðflokkurinn hafði mikla væntingar að þetta yrði kosningamálið. En ég held að þetta sé mesti skaði Sjálfstæðisflokksins er að elta miðflokkinn of mikið, að ótta við að missa fylgi þar yfir. Það geta þá við hliðin á þeim til þess að Viðreisn að vaxa og munar ekkert svo miklu á Sjálfstæðisflokknum á Viðreisn, kannski svona 4%. Og einn daginn þá gæti bara Viðreisn orðið stærri en Sjálfstæðisflokknum. Já, ég hef talað það nokkur sinnum. Ég bý bara eftir að það gerist. Og aðeins sem verður þetta að við sáum þetta á kosningunni á SUS þar sem að nýji formaðurinn talaði að þetta færa SUS og Sjálfstæðisflokkinn til hægri og talaði svolítið eins og lítill Snorri Másson með allir sér ekki jafnaldrar þessi menn og samþykti SUS voru alveg bara þeir vildu stoppa alla hælisleitendur en þeir vildu líka banna síma í skólum og sömuleyti var þetta eins og svona innríkinga út af sögu sem er stöndum verið að gera grína af svona bara einhver mjög afturhaldssum rödd sem að ég veit ekki hvort að það hæfi SUS kannski er það nýja hipp og cool að vera nógu afturhaldsamur. En formaðurinn er náttúrulega úr stuðningsliði Guðrúnar formanns og var fundastjóri á framboðsfundunum hennar svo sem mjög vel þar. Ég horfði á hann á fund í beinni útsendingu og
þetta er lífsglaður og kátur maður. Já, ber af sér svona góðan þokka, er ekki leiðilur í hópi, myndum að rætla. Nei, og svona... En hann er með afleita skoðanir. Hann gerði þetta mjög vel. Hann er með afleita skoðanir. Já, svo er það hann. En ég veit að því að þú hefur bent á þetta sé hennar maður, og þá er maður velta fyrir sér alltaf að sé með hennar vilja að Suðs taki þessa Snorra Mássonar beygju. Að ég nota, því að maður sér ekki, ég verður bara að endurtaka enn og aftur, þess að hann sókraft miðflokksins, sérstaklega meðal ungs fólks og svona sem er stundum talað sérstaklega í þessu hægri podcastum og svona. Þetta bara, finnst það engin dæmi þetta í könnunum og þá segja menn kannski, okkar fólk bara var ekki við síman eða svaraði þess ekki eða eitthvað og bara býr til sin eigin raunveruleika. En mér finnst að í almennu umræðu ef að ganga út frá einhverju sem er einhver merki að sé satt, sko. Já, en svo náttúrulega að fara að stað svona góðsend tíð fyrir okkur sem höfum gaman að pólitík. Það eru sveitarstjórnarkosningarnar og nú er það bara að byrja að takast á sko, framboðslistana og bestu sætin og þetta. Þetta er mjög þessi tími dásamlegur. Já, það er til dæmis þeir sem að vinna á RÚV og svona, finnst það ekki. Þeir fyrir sveitarstjórnarkosningarnar er ótrúlega leiðilegt fyrirbrigði. Það er svo flókið, það er svo mörg sveitafélög, hvernig átt að fjalla þetta. Kemur einhverjum umræðu þáttur stöðuna í Hafnarfirði sem bara Hafnfirðingar hafa áhuga á og aðrir hafa bara engan áhuga á þessu. Þannig að það er eftir hvernig þetta er sagt, sko. Já, það er stóru miðlarnir þeir hafa átt í miklu vandræðum með sveitarstjórnarkosningar. Já, nei, ég og Jónas Kristjánsson ræddum þetta fyrir eina kosningar og hann keypti þá hugmynd mína að ég og Gunnar Andrésson færum bara í alla kaustæði landsins og við taka viðtal við efstu frambjóðendur öllu framboðslistum öllu kaustöðum. Skemmtilega ferð fyrir ykkur, kannski ekki Jó, þetta er alltaf innan að bráskemmtilegt fólk. En þá var það alltaf sko aðal bitbeini í flestum var flotbryggjan og leikskólinn. Þá voru flotbryggjarnar svona að byrja og það flotbryggja og leikskóli, það var eiginlega það sem að... Og brú. Þessu með Kanadamenn hæðast að sjálfum sér svolítið með þessu. Að þegar fyrir sunnan við landamærin þegar verið að kjósa forseta og fórustu að þá var það sá sem heldur utan sko kjarnorkunappinn sem getur sko komið á kjarnorkustyrjöld. En í pólitíkinni fyrir norðan landamærin þá erum við yfirleitt bara að deilum brúnna, hvort okkur lítið þurfa á brúnna eða ekki. Það þykir það góða samfélagi í Kanada sem er ekki að slitna í einhverjum sko hörðum deilum heldur. Nei. Heldur eru svona, það var þannig, kannski er Kanada ekki lengur þannig, það var svona almennt samkomulag að það væri verkefni stjórnmálanna að byggja gott samfélag. Við erum svolítið að missa það, við erum að missa öll mál í eitthvað svona sem að mér finnst stundum vera heimskulegur ágreiningur. Mér finnst leikskólamáli vera komið þangað og til þess það er vonlaust að ræða húsnæðismál. Það kemur alltaf einhverjir menn og segja að það sé allt lóða úthlutun í Reykjavík að kenna sem að ég held að sé ekki sko nokkur sem að trúir. Það verður með húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að greinir markaðinn einu sinni í mánuði og kemur sko með góðar upplýsingar sem gæti orðið grunnur undir sko heilbrigða umræðu húsnæðismál. En mér finnst svona stjórnmálin ekkert vilja það frekar sko. Vilja frekar Herða, en þú ætlar að fá hann Singa eins og hann var eins og kallaður. Sigur Ingi, hann er kallaður Ingi. Kallaður Ingi af sínu fólki. Sko. Af sínu fólki. Já, það var einhver sunnlendingur sem sagði með það. Það er vandræði fyrir okkur sem erum frekar kallaðir millinafninu. Þannig að maður skorar ekki hjá honum að kalla hann Sigga. Nei, sko, en það er margt að spyrja þegar hann kemur hérna. Já, við erum búið að vera svolítið lengi á leiðinni, við höfum oft talað Framsókn og úlfakreppuna sem að sáflokkur í. Sko, Smári, hann er núna, síðustu viku að Daði Már, þetta er svona koma að... Já, þeir hafa komið hingað, allir hafa komið hingað, nema að við fengum aldrei Bjarna Ben, hann var alltaf út á landi. Katrín Jakobsdóttir kom heldur ekki og Sigmundur Davíð er aldrei komið, hann svarar ekki skilabóðum.
Þannig ef við værum til dæmis með spursmál á mokkanum, þá myndum við segja að Sigmundur Davíð, hann þorir ekki að koma hingað og ef Sigmundur Davíð er að hlusta, þá hvet ég hann til þess að telja í sig kjark og koma hingað á rauðaborðinu eins og fullorðið fólk gerir. Hann er örugglega ekki að hlusta, hann er örugglega landsfundurum. Ég treysti á því að Snorri Másson er svo tæknilega innstiltur, hann búið til klipp og sendi formanninu sínum. Já, nema þá er líka Snorri bara fínn, sko. Já, hann hefur nú komið hingað oftar en einu sinni. Nei, ég segi eftir að maður var að fara maður, sko. Hérna talaði við Hrönd Flokksins. Já. Herðu, en við ætlum að gera smá hlé núna, skjótin auglýsingum og ég ætla að fara heim, en Sigurjón Magnús ætlar að tala við Sigurð Inga, formann Framsóknar, eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagur minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.